rétt, ekkert bull, ekkert væl, öll, hress og öll. Sæl það. Jólin. FM 95 blöð og FM 95 bjö sem að hilsa ykkur á þessum mánudegi. FM 95 góðan dag. Já, FM 95 góðan daginn og það spikfeitu þáttur í okkur strákunum í dag. Það ekkert flóknar en það. Af FM 95 blöð. Við erum með rosalega netmisnotkun hérna eftir. Það FM 95 rétt. Hvað sér, það FM 95 rétt. Heldur að ég geti byrjað allar setningar í dag á FM 95? Já, sko, ég held þú gæti það, en ég vona að gera það ekki svo. Við FM 95 sjáum til með það. Við FM 95 sjáum til með það. En já, við erum með rosalega netmisnotkun hérna eftir. Svo kemur til okkar hann Garðar Gunnlaugs. Hann ekki bara maðurinn hennar Ásdísar Ránar. Hann ekki bara maður sem fær menni svo okkur til að efast kynnið okkar. Nei, heldur hann líka, sem sagt, hann og Ásdís Ránar ekki giftið það? Ég manna ekki. Ég held ekki. Hann líka knattspyrnumaður og byrjar að brugga bjór líka. Hann ekki líka fyrirvænandi herra Ísland? Já, þetta er bara tappi, þetta er einn með öllu. Já. Það bara þannig. Rándýr gestur á leiðinni til okkar og það ýmislegt sem mér langar til að spyrja hann um. Hann er líka með svo sexy prófílmynd, ég hvet alla til að kíkja á prófílmyndir á honum sko. Já, á Facebook. Rándýr. Já, hann er að keppa við Óla Geir í sexy profilmynd hann á Facebook, það er nokkuð ljóst. Já. Og Sölvi Tryggva, þessi þrýr. Já. Þetta eru menn sko, það er eitthvað sem segir mér að býði 5.000 pók á eftir þeim þegar þeir koma heim. Ert þú ekki að vinna á með myndina með barnið? Nei, myndin með barnið fær ekki mikið af pókum en hún fær fólk til að hugsa, já, ok. Ég set sko, reyndar að þessi mynd búin að vera hún í smá tíma hjá mér núna þegar ég held á þessum krakka, þetta er litla frænka mín. Þetta er statið, þetta er einhverju leikari sem bara fengið í þessa mynd. Nei, þetta er hún Karitas, litla frænka mín. Okay. Og ég setti þessa mynd einhvern veginn þegar ég var ógeðslega þunnur og lítill í mér og hugsaði bara með mig, það var einhver gömul mynd af mér sem ég var á jamminu á okkur YouTube tónleikum, ég hugsaði bara, nei, ok, nú horfði aðeins að ég setti það að aðeins svona, ok, þetta er greinlega ekki bara jammari þetta drengur, eða eitthvað svona fattur. Já, ég er núna með mynda mér með hund, sko, til að sína þessi dýravinnur. Já, það er mjög sniðt, maður á að það, þetta er akkurat, sko, ég og þú kunnum leikinn. Hérna Sölvi og Óleikir og þessi strákar eru bara með einhverja rándýra svona sexymyndir að sér, sko. Þeir og Ásgeir Kolbeins líka. Ásgeir Kolbeins á einhverja rosalustu prófælmynd sem ég sé, þá liggur hann svona, heldur hnén á sér og það er svona skjalasafn á baku hann. Svona eins og sé bara heima hjá sér að chilla en samt uppstilt. Chilla í skjörlónum. Já, það er ekki margir sem komast upp með það en Ásgeir Kolbeins er einn af þeim. Já. En herðu, nóg prófælmyndir eins og við vorum að segja, þá er nóg með verið hjá okkur í dag. Garðar Gunnlaugs kemur, það er netmisnotkunin. Netmisingurinn. New York pick-up línur, það er önnur skelvileg pick-up línan á leiðinni hérna til okkar, það verður eitthvað kjánarhóttur. Það er uppáhaldsliðurinn minn. Já, og svo erum við ætlum að klára keppnina Svalasti maður Íslands. Já. Ég og Anna Svafa störtuðum henni núna á föstudaginn og ég og þú þurfum að klára það, þannig að fólk kringir inn og fyrir ykkur sem er að hlusta endilega byrja að pæla svona í hver er að ykkar mati, svalast Íslendingun. Þetta byrjaði alltaf því að Ryan Gosling sem að ég venn nú að vera sammála, hann var valinn svalasti maður heims. Já, ég sammála þig líka, hann er ógeðslega flottur. Já, ég bara... Langaði ekki í svona sportdrekajakka eftir Drive? Mér langaði bara að vera hann eftir Drive. Ég keyri til dæmis alltaf með svona grifflur. Já, ég líka. Og alltaf bara, hvert þetta var að mættur. Sérstaklega ef ég er að sækja eitthvað. Ef mamma til dæmis, hún var að beða mig að skutla sér daginn í bílinn sinn. Ekki að því hún var full, því að hann var að vera að skipta dekk á honum, ekki að vera að miskilja neitt. Okay. Og þá sótti ég hann með grifflur og svona. Hvað þarf það að vera að mæta á næstu stuttum tíma? Já, og varst alltaf svona að drepa á honum út í kanti, svona slökka ljósin og bruna svo stað. Hlusta útvarpið, bara Brynja Már hérna eldsnæmi morguninn og svona. Þú er 5 mínútur til að fara inn, annars ert ekki mammin lengur. Þannig að það er eitthvað, við erum bara sammálaðir, Ryan Gosling, hann er með þetta. Það er ekkert flóknara. Já, það er líka bara, það er allar stelpur slefandi yfir honum, sko. Og strákar. Ég veit að þetta er, sko, þú ert með allan pakkan þegar stelpunar elskaði og strákarnir vilja vera þú. Já. Og hann er byrjið í þeim pakkan honum. Ég sá líka einhverja mynd þarna með honum með Steve Carell líka, hvað hét hún aftur? Emma Stone, nei, hvað er það? Emma hérna Stone, ég man ekkert hvað þessi mynd heitir samt. Nei, hún sagði líka við hann í myndinu, sko, það er eins og sett photoshopaður og það var bara svona nokkuð til í þeirri setningu hjá hann, sko. Já, algjörlega, hann er náttúrulega með allt, hann er búin að vinna vel í sínum líkama, sko. Já, og líkama og sál. Crazy Stupid Love hér myndir. Crazy Stupid Love, hárrétt hér. Þannig að það er nóg að vera eins og aðra komið fram hérna hjá okkur strákunum, en við ætlum að byrja þetta á róluðunótunum, en samt sko núna... Ekki videogames. Ekki videogames. Við höfum alltaf byrjað á videogames. Ég veit að það er svona pínu lægið okkar. En ég hins vegar alltaf byrjað á róluðunótunum, en samt skulum við ekki vera bara á róluðunótunum dag, því að nú eru fullt að liðið það eru komið í frí. Já, ég líka búin að leggja inn beiðinni þess efnis að það verði meira jam í mánudagsþættinum. Já, og hvað er meira jam heldur en Birdie með lagið People Help the People? Já, þetta ætti nú að...
ætti ná að koma ykkur í djamgýrin. Mér langar að vera í drikk þegar ég heyri þessa tóna. Birdie, skemmtilegt svona tónlistarnafn, fuglinn. Fuglinn sem flýgur. Já, Birdie með People Help the People. Ég lofa að það verður hressara næst, Bjössi. Ég treysti ekki, ég kvartaði síðast og þá var aftur Video Games og nú er þessi Birdie og eitthvað, fólk orðið bara svona, já, bara, þú veist, komið til teppi. Það reyndar, nei, ég hugsa að sé nú ekki margir komið til teppi núna. Ég held það. En það er, veist, og svona eldvarnateppi líka sumir. Ég held líka að sé bara gott, sko, að því að það er svo mikið jólastress í gangi núna, að fólk svona sem er í umferðinu og annað, fái kannski aðeins svona bara til að róa sig aðeins. Já, kannski. Er ekki fólk meira að minna að þetta í frí núna? Skólarnir búnir og svona? Jú, það er náttúrulega rosa margir í frí núna. Er ekki allir búnir í prófum og... Jú, það held ég. Já, það líka var stappaði bærinn helgina og maður sá greinilega að fólki kom í jólafrí og jólafylling. Já, fólk, sko, ég bý niður í miðbæ, downtown Reykjavík, Iceland, og það bara hefur verið drikkja síðan á mánudaginn síðasta, sko. Það eru læti alveg. Og ég er bara út af... Viljið þið hætta þessum látum? Fólk er að reyna að sofa hérna. Hvað ertu þið í bæ? Ég er á Klapparstígnum. Ok. Þannig að ég er svona í grennd við hjarta tjamsins, sko. Já, það eru líka nokkri staðir, sko, eins og bara staðir eins og English pub og aðrir. Já. Sem að það er alveg sama hvaða dagur það er. Þú getur alltaf... Það er heimavöllurinn þinn. Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég kann vel English pub, en þú veist, það er svona... Það er alveg saman hvort í mánudag, þriðjudag, miðvikudag, alltaf trúbadór og eitthvað. Já, fólk að fá sér bjór. Hey, if there's a will, there's a way. Það er eins og komið að talandi vogi. Það er komið að einu sem er mjög erfitt. Pétur Jóhann startaði. Ég er búin að vera hérna, við erum búin að vera núna í 1,5 mánuði í loftinu, eða tæpa 2 mánuði. Já. Og það voru allir búin að taka hressu innkomina. Já. Þú áttir, eða þú og Anna Svava, áttu einhverja svona bestu hressu innkominar að mínum mati. Já, takk. Fengu hæstu innkominar hjá mér. En nú það er búið að uppgreita þetta eins. Já. Og þetta er 10 sem er verið núna, því að nú þarf þetta að taka hressuinnkomuna í heila mínútu á ensku, eins og sért komuna fyrir 957 í Bandaríkjunum. Já, þú varst bara að segja mér þetta sko fyrir bara 5 mínútum. Já. Að ég var að fara að gera þetta. Já, ég var bara að gleyma þessu. Mjög illa á þetta. Ég fekk ekkert að undirbúa mig, ekki neitt sko. Þú fekkst þess að 5 mínútur. Já, þú veist, ég þarf að fletta upp í orðabóku og eitthvað svona. En ertu góður í ensku? Þú veist, bara svona eins og næsti maður, skilur. Já. Ég er ekkert góður að taka hressa innkom í mínútu á ensku. Nei, ég er enda sko, bæði ég og Pétur, við klikkuðum með lásum. En annars gæti þetta hins vegar á föstudaginn og gerði það mjög vel. Hvað fór hún að tala um sko? Síðast nefnilega fór ég að tala eins um eitthvað svona sem var í fréttum. Já, hún var sko, hún byrjaði þannig eins og hvað var í fréttum, en svona í lokin það var bara pínir svo hún væri á sveppum sko. Hún bara byrjaði að tala um vettlingin sinn og eitthvað bara svona, tengdi jólin, það var mjög snuðt hjá hún, tengdi jólin vel inn í þetta og... Já. Þannig að það er að gera, bara þú veist. Bara það eru jól og allir í góðu skapi. Gæti, sko, hérna er mér séð að heyrtblað fyrir frá mig. Gæti ég tvinnað inn í þetta eitthvað hérna... Já, en þú mátt gera hvað sem er. Þú fær bara mínútu og þú ert að gera þetta einsku. Ertu tilbúinn? Nei. Þú ertu bara að hætta við. Ég ger þetta alveg, skilur við. Já, ok, takk fyrir það. Ok, en er það samt að segja mér svona, þú veist, 30 sekúndur eftir? Já, ég gefði 20 eftir. Ok, ég ætla að vera hress, sko, en ég ætla ekki að vera eins hratt og venjulega. Ok. En ok, þetta var, ok. En þú ert svo að fara að kynna en lag með Azealia Banks. Azealia Banks? Já, 212 featuring Laz, eitthvað. Lazy J. Azealia Banks, 212 featuring... Lazy J. Heitasta lagi í dag. Ok, ertu tilbúin? Ok. 1, 2 og byrja. Yeah, hi, this is Mr. Bear, and with me my longtime partner, Audi Blood. You're listening to FM 95.7, and even though the weather outside is gray and cold and snowy, we're gonna be happy and in Christmas spirit, because, you know, Christmas is coming, and we will be jolly like that fat guy. Yeah, there's Santa Claus. We will be playing music all day. Before us, Heather Eastman was here in the studio, and at 6 o'clock, Richie G will come. But until then, me and Audi Blood will be with you. It's 4:15, and we will be with you, like I said, until 6 o'clock. Hvað er tíminn hérna? 25 sekundur eftir. Yeah, Christmas is coming, and we will be in Christmas spirit. I hope you're not driving your car, going to the mall to shop, because we will be so fun. You might just hit the fence. Drive outside of the road. Nú klúður þess alveg. But coming up is Azealia Banks with her partner Lazy J. They will be playing the song 212. I don't know anything about that song, but I hope it's good.
Þetta var skelfilegt. Ég veit það. Þetta var verra, þú ert núna, þú fórst fyrir að vera efstur í neðsta sæti. Ég fór bara í eitthvað hefðbundið. Já, þetta Azalia Banks með lagið 212 featuring Lazy J. Já, eftir einhverja skelfilegustu hressuinnkomi sem ég heyrt í langa tíma. Já, hvernig fílar þetta lag hins vegar? Nei, mér fannst hressuinnkomi mín góð. Fannst þér? Það ekki? Þú sagðir, ég veit ekki hvað oft mér fannst þú einhvern veginn, ég veit það ekki, ég var ekki ánægður með hana, Bjössi. Ég var alveg hreinskilinn. Eins og mér finnst þú góður strákur. Ég veit að ég vil nota þetta tækifæri og biðja fjölskyldu mína á vini og vandamenn afsökunar á hressuinnkominu minni. En þú náttúrulega varst reigning champ, þú áttir bestu áður. Hún var mjög léleg, ég veit það sjálfur og ég var ekki, ég brást. Já, en hefur heyrt þetta lag áður sem ég var að spila hana? Nei. Nei, ok, þetta myndbandið þetta lag. Þessi pía, hún á að fara rosalega í töðunum þegar að horfa á myndbandið, en það er samt einhvað svona, hún gerir það samt ekki. Já, það er eitthvað, hún er eitthvað með þetta þessi stelpa. Viltu að ég haldi áfram að tala ensku í þættinum með það? You want to speak English the whole show? Yeah. For all our listeners out there. And some music. Yeah, for those guys who's playing basketball in Iceland and are tuning into FM 95.7, we salute you guys. Þurfum við ekki að vera með útvarpsþátt fyrir, skilur, ensku mælandi hluta þjóðarinnar? Jó, mér finnst það. Mér finnst það ætti að vera allavega einu sinni í viku, alltaf á ensku. Já. Svona til þess að líka... Þú getur fengið þarna Toshiki Toma og einhverja svona, þarna japanska prestin og einhvern svona gestastjórnendur með þér. Já, það er líka bara sko... bara svona til þess að reyna að vera með svona víðara, reyna að ná bara til kanans og að þetta er náttúrulega að spila á netinu líka. Þessi hressa-innkomin mín var það góð að við ættum að íhuga að hafa þáttinn allan á ensku. Já, það er kannski einn dag að tökja heila þátt á ensku, en talandi ensku, að þá er ég með hérna könnun frá Bandaríkjunum, þar sem er að tala... Það sem er með töluð enska. Akkurat. Það er tengingin. Já, enska og spænska er endur mjög algengi í Bandaríkjunum líka. Það er hérna... Það er að vera að tala svona 10 vinsælustu holiday fights, eða svona jólarifrildin, eða hátíðarifrildi, sem að mér svolítið fyndi að því að þetta þú serði þetta í öllum svona bandarískum bíómyndum, ef það eru jól og svona, þá er alltaf, segir að Jessica Parker að leika einhverja píu sem er að rífast við alla, eða hefur ekki tekið eftir þessu, það er alltaf einhver svona jóla... Það er svona sér bandaríst og svona í einhverjum tímaritum eitthvað, þú veist, 12 algengu, eitthvað svona bla, eitthvað. Já, þetta er akkurat þannig málið, þetta er hérna the 10 most common holiday fights, og þar eru sem sagt, ég ætla bara að lesa 5 efstu, þá er það hérna the mother-in-law fights, sem sagt, það rífast við tengdamömmuðina, eldamennskuna eða þú sért ekki nógu hjálpsamur eða hjálpsöm. Já, er þetta vandamál, algengt vandamál, þetta er svo mikið vandamál í bíómyndu, tengdamamman. Já, ég hef aldrei lent í þessu. Nei, ekki heldur, ég þekki engan sem á einhverja tengdamömmu sem hann bara hatar. Nei, þetta er samt ótrúlega algengt í öllum svona bíómyndum, líka svona eins og bara jólin, þá er eins og, við erum ekki tekið eftir að það saman hvaða mynda er Four Christmases eða eitthvað svona, þá bara, það er að ferðast, fara að hitta fjölskylduna, þetta er bara svo erfið jól. Já. Mér finnst það ekki bara stemming. Við Íslendingar, við lendum ekki fyrsta sendi, við ætlum að hringja til Danmörku hérna eftir að því að svo þjóð sem er í mesta jólaskapi samkvæmt einhverja könnun eru Danir. Já. Við ætlum að hringja Danmörku eftir. Fá ég þá að tala ensku eftir? Já. Kanntu dansku það? Já, snakki lítið dansk. Hérna, já, þannig að það, ok, ég nenni ekki að lesa þetta allt, en það er allavega að vera að tala um það. Það er tengdamamman, að þurfa að ferðast hérna, your travel flight, svo er það, þú hefur ekki efna á að halda veisluna, ert samt að halda hana og enginn er að bjóðast til að taka þátt í kostnaðinu með þér, hefur einhver lent í því? Ég meina, ef þú átt ekki fyrir veislunu þá bara sleppur henni. Já, nákvæmlega. Er það ekki? Eða bara segir, herru, þú þarf ekki að bjóða öllum, sko. Nei. Já, ég nenni ekki eins og lesa það. Við Íslendingar, nei alveg, við þekkjum ekki svona bull. Ég hef aldrei rifist við neitt á jólun. Ég hef aldrei lent í rifrildi við systir mína eða mömmu mína eða, bara á jólunum er allir góðir einhvern veginn. Já, er maður ekki svolítið bara rólegur þá, sko? Jó, ég hefði haldið það. Nema þegar þú fékkst ekki Gameboy töluna þína strax, þá brjálaðistu? Já, reyndar, það er vond saga, sko. Þú varst líka vondu krakki? En þú ert góður fullorðinn maður. Já, ég var reyndar, ég veit ekki hérna, ég var skelfilegur krakki. En þú ert líka að bæta fyrir það núna, til þess að, og þú ert að fá karmastig fyrir það. Þú ert mjög góður í dag, til þess, samanbyrju myndin á barninu. Já, þakkaði fyrir það. Það er fallegt það er, en herðu... Ég vil líka segja við hlustendur að Öddi lítur rosalega vel út hérna í stúdíónu. Hann er búinn að taka sig alveg í gegn, sko. Hann er glæsilegur. Þakkaði fyrir það.
Já, þetta hjartaknúsarinn Michael Bublé. Hann svona, eiginlega bara svona einn besti söngvari í heimi einhvern veginn. Já, hann líka svona likeable gaur, sko. Ég sá ekkert hann Saturday Night Live þátt sem hann kom og var að syngja og svo lék hann einhvern skets og ég var bara ástfanginn á hann strax. Já, hann einhvern veginn virðist svona, veit alveg hvað hann að gera. Já, menn vil líka meina að hann sé svona hinn fullkomni herramaður, kunna klæða sig og svona vinalegur og allt þetta svona. Já, svo heyrir maður aldrei neina leiðindafréttir af hann neitt. Nei. Syngur eins og engill, Michael Bublé fyrir lesinning. Kannski er hann bara svona góður að fela skítinn sinn. Já, svo getur það verið. Eins og við. Já, og það er oft með svona menn, sko, sem að allir halda séu bara fullkomnir og allt bara í toppstandi hjá. Já. Það er oft menninir sem í mesta ruglinu, sko. Já. Nú er ég ekki að leiðilega við Michael Bublé, en það kemur ekkert óvart að hann sé bara með, skiluru, fjölskylduna sína í kjallara heima á sér. Nei, þú ert alltaf að segja við mig hvað ég sé í miklu toppstandi. Já, þú ert í svona sama pakka. Það virðist alveg vera með þetta, en svo veit maður leyndamálniðin. Já, svo er einhver fritsel leyndamál. Já, það er eitthvað rugl í gangi. Þeir verða að grafa upp seinna. Já, herðu, ég átt að minna hérna á Hamborgarfabrikuna morgun. Þá eru jólatónleikarnir, þeir alltaf áfram. Yes. Það er búið að vera að spila þar í hádeginu alltaf og það er ekkert smá line-up á morgun. Það er Gylfi Ægis, Megas og Rúna Þór. Og úlingarhljómsveit. Já, þetta er ný úlingarhljómsveit sem er að gera allt vitlaust. Voru að vinna hérna music-tilraunir. Nei, þetta er örugglega fyrsta sinn sem að Megas spilar á Hamborgarstað. Það er nokkuð ljóst. Já, líklega. Nei, mann hafi spilað kannski tóma Hamborgarum með einhvern gamla dag eitthvað. Já, veit ekki. En þeir eru að fara að spila lög eftir hvern annan, allir sem sagt, þannig að þetta verður mikil stemming og ég hvet alla til að tjekka þessu og það er síminn á Hamborgarfabrikunni 57575. Ég fór daginn þegar dikta var, það var helviti flott, sko. Já, þetta er mjög kósí, maður. Mjög gaman að fara hann í hádeginu og gúffa í sig og hlusta á góða tóna. Já, það er líka orðið mjög jólalegt þarna hjá þeim félögum mínum Simma og Jóa, þannig að það er að gera að kíkja á góða jólatónleika á Hamborgarfabrikunni. Sigmari og Jóhannesi. Heldur að þeir hefðu orðið svona stórnöfn ef þeir hefðu verið alltaf Sigmar og Jóhannes? Nei, Simma og Jó einhvern veginn hljóma betur. Já. Ég reyndar og veist, ok, maður er að kynna þetta fyrir á fabrikuna eitthvað, en fabrikan fer samt pín í töðunum, sko, því að nafnið? Nei, mér finnst nafnið fínt að bögga mig alltaf af hverju í anskotunum Simma og Jó við gátt ekki dreigið okkur sveppa með sér í þetta ævintýrið sitt. Já, einmitt. Maður myndi ekkert hata að eiga smá hluti í þessu. Nei, svo bara, þú veist. Auðun og Sverrir. Auðun og Sverrir, með Hamborgar. Við ætlum reyndar í Jósef að starta okkar eigin samlokustað. Já. Þegar við finnum tíma. Já, hvað heitir hann? Íslenska samlokur eða eitthvað. Nei, ég veit ekki, við erum ekki að kóla með nafn. Við vorum reyndar að spá að vera með Jósveppir og skinkur. Já. Af því að þú ert skinka? Já, svona þú er skinka og hann er sveppur. Er þú ekki smá kall skinka? Er ég? Í alveg Óibarasta. Ég ætla að vona ekki. Nei, ég veit. En ég er svona, þú veist... Þú varst alveg með strípur og eitthvað svona... Já, áður en ég snóðaði með að fúsum að frjálsum vilja. Já. Var það ekki bara Guð að segja? Var það ekki Guð að segja? Nei, þú kannt ekkert að fara með þetta. Ég held, Björn Bragi, nú er ég búin að þekkja því einhverja nokkra mann, ég held þetta sé að versta sem þú har sagt um það. Ég sé svona, hvort ég sé ekki svona einhver karlskinka. Já. Takk aðeins fyrir þessi hlýjorð. En við ætlum að fá hérna stöðar auglýsingar. Svo er Garðar Gunnlaugs. Hann er myndarlegasti maður þjóðarinnar. Já, við erum talandi karlskinkur. Ræðum við hann. Konan hans er Ásdís Rán. Hann var að brugga sín eigin bjór. Var alltaf að falla með honum. Ræðum við hann. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxers, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Ótrúlegt en satt, ekki fyrir viðkvæma, frá Sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivörum, DFD-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Fyndu jólapakka FM 957 og Kringlunar. Á hverjum einasta degi til jóla felum við jólapakka merktan FM 957 einhver staðar í Kringlunni. Hver pakki inniheldur stórglæsilega gjöf frá einhverja af verslurum Kringlunar og heildarverðmæti vinninga er hvorki meira en minna en 500.000 króna. Við gefum vísbendingar hvar pakkan er að finna 3 sinnum á dag í þáttum Heiðars Austmanns og Audda Blöð. Á Þorláksmessu gefum við stærsta vinningin sem er brettapakki að verðmæti 100.000 krónur frá út í lífkringlunni. Fylgstu með á FM 957 og fyndu jólapakkan þinn frá okkur í Kringlunni. Við byrjum sunnudaginn 11. desember. Kringlan á FM 957. Gleðileg jól. Gleðileg ísjól. Ísbúðin, Háletisbraut.
Notaðu dælulykilinn. Á Þorláksmessu drögum við út 250.000 króna eldsneytisúttekt í jólaleik Atlantsolíu. Atlantsolía. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Gítarar, hljómborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is. Ert þú í vafa hvað átt að gefa í jólagjöf? Gefðu skemmtilega gjöf. Gefðu gjafabréf á English Pub og þú færð vini þína til að brosa. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Ný risastór Outfitters Nation sending að koma í hús. Flottar vörur, frábær verð. Tilvalið í jólapakkan. Outfitters Nation, Kringlunni. Plötutíðindi eru komin út. Íslensk tónlist góð jólagjöf. Stórútsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og 9 notum mótorhjól á brúttverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsöða 9. Þú finnur ótrúlegt úrval af skemmtilegum og ódýrum jólagjöfum í Office One. Bækur, spil, leikföng, púsl og fleira og fleira. Opið allan sólarhringinn í Office One Skeifunni. Dílar.is í dag. 25 skota testa frá alvöru gæðaflugöldum á aðeins 720 í stað 1500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Hvernig breytir maður 600 milljónum í 3,5 milljarð? Víkingalottó. Það alltaf skemmtilegast að spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu Alias fæst í Hagkaup. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról og þú týnist í kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þetta kóngurinn John Lennon heitinn. Tjóðlega þetta miklu betra heldur en svo þetta eru jólin. Já, þetta aðeins flottari hjá John Lennon, maður verður að gefa honum það. Aðeins betri texti. Já, en hingað í stúdíu komin fyrsti gestur þáttarins í dag. Þetta knattspyrnumaðurinn, bjórbruggarinn, eiginmaður Ásdísar Ránar. Þetta hann Garðar Gunnlaugs, verður velkominn. Takk fyrir það. Og maður geti líka sagt bróðir Arnar Gunnlaugs. Já, maður bæta því, og Rúnars. Já, og Rúnars. Og Bjarka. Já, og Bjarka. Já, endalaust að bræðrum það. Herru, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Hvað segir kallinn? Ég bara góður. Hann kom hérna líka færandi hendi með 2 stærstu bjóra sem ég hef bara séð. Já, þetta eitthvað sem þú ert þú ert nú ekki að brugga þetta sjálfur, en hvað, áttu þetta eða? Ég á krumma nafnið. Já, Þessi bjóri er búin að vera bruggaður síðan 1850 út í Lettlandi. Já. Og við fengum bara brandan og flytjan hérna heim. Ok. Og þetta er líters flaska eða ekki? Jú. Og þetta er bara eins og en það er ekkert að kaupa það er ekkert að kaupa litla dósið eða eitthvað? Nei, ekki eins og er. Nei, það er bara all in eða ekkert. Já, nákvæmlega. Ég ætlaði einmitt að segja þetta, Garðar fer bara all in eða ekkert. Það tekur ekki öðru. Það er ástæðið mín, ég ætla að hafa með 2 bjóra, þá er bara búin með 2 lítra, það er fínt. 5,3%, ekki það skiptir nokkru máli, en hvað færðu þú að fara út í þetta? Er þetta ekki dýr business? Ertu næstu Björgólfur Tór? Já, það er enda búið að spyrja maður þess aðeins, sko. Það er kannski að vera næst að skrifa, eigna sér versmiðina núti og... Já, bara gera þetta sjálfur. Það er svolítið erfitt að fara með þetta merki út, af því þá er það crummy. Já. Crummy, já. I go yummy for my crummy. Það getur enda verið Raven. Já, Raven. Já, Raven er enda gott. Já, mjög gott. Þyrst ekkert endilega að vera crummy, Björn. Nei, fyrir ekki þetta. Þú ert búin að heyra ensku hæfileika mína hérna. Já, ég heyrði það. En já, ok, og hvað, selst þetta í ríkinu og svona? Já, þetta er núna í Skútuvegi, Heiðrun og Kringlunni. Ok, en var ekkert vesen að fá leyfi fyrir þessu? Jú, þetta er búið að taka bróðpartana á árinu að koma sér inn, sko. Já, ok, ég trúi því, þetta sé vesen. En hvernig byrjaði þetta? Var þetta bara fyrstu hugmynd að fara að flytja bjór eða var einhver sem að pizza þessu tíðin? Já, það semst var meðendi minna þessu, Halldór, hann hittir hann semst bara hafði samband og spurði hvort ég áhuga að flytja bjór með hann. Hann bjóðandi í Lettlandi í einhver 8 ár, sko. Já. Er þetta einhver nýta samböndunar Ásdísar að núti? Með hennar bjór? Nei, Lettland, hún er til í Búlgaríu. Nei, það er ekki en enginn í Lettlandur. Nei, ok. En hvernig verður það saman að vera knattspyrnumaður
og bjórbruggari, þú veist, það ert ekki alltaf í formi, ég menn, ert ekki bara sífullur núna? Jú, ég þarf náttúrulega ekki að drekka bjórinn út í bruggjan. Ég veit ekki með þig, ég held að þú myndir nú bara drekka hann ef þú myndir brugga hann. Já, þú sér hvað ég komin látt með þann eina sem gast mér. Hann búinn að opna einn hérna mánudegi allavega. En hvað en svo líka, ég spurði mig þetta ég mundi ekki hvort þið Ásdís, þið eru gifti, Já. Giftið ykkur á Íslandi, eða? Já, giftum okkur hérna í kirkjunni niðri í bæ. Hvað heitir hann að Austurvöllur, Dómkirkjunni? Já, ok. Hvenær var það? Það var 2006. Já. 24. júní. Langt síðan með þess. Það ekki alveg með þetta á hreinu. Hvað fréttað af henni? Þú veist nú, ég heyrði mig inn í þættinu daginn. Ekki pínu skrítið að hún búi í Búlgaríu en þú á Íslandi? Jú, þetta er svona ákveðin fjarbúð, þannig að það er gott að hafa Skype. Já, það verður að skæpast. Það nýtist vel. Þannig að hún er að koma heim núna á morgun. Okay. Hún er nú út í Ítalíu. Millilenda þar og verða þar í 2 daga. Og svo kemur hún heim. Ok. Þannig að þið verðið saman jólin. Já. Eru þið ekki svona Nett Beckham hjón Íslands? Ég var að fara að segja þetta. Bara akkurat þetta. Þetta svona, hann kom með sin eigin bjór og hún er, módelast og fótboltamaður. Þetta svona, það er eitthvað glamur í kringum. Sína fatalínu og svona. Já, hvað heitir hún það? Ice Queen? Ice Queen, já. Hvað er hún að selja það eitthvað út í Búlgaríu? Já, hún er með búð þá núti sem hún kallar Ice Cave. Innréttaði alveg eins og íselli. Það er mjög tætt, fengur svona menn sem eru að vinna við svona kvikmyndasett. Og þeir innréttu búðuna alveg bara nákvæmlega eins og íselli. Það er bara farulegt að labba hann inn, sko. Það er bara eins og að setja inn í íselli. Og svo er hún að selja þetta hérna í Hagup. En hvernig er núna, svona síðust ára? Því að við nú, ég og Sveppi, höfum oft fengið Ásdísi Rán í spjall til okkar. En aldrei fengið Garðar. Hvernig er að vera eiginmaður Ásdísar Ránar, svona út af allir aðteglinni og fjölmiðla styrkunum sem verið í kringum hana? Það er bara frábært, sko. Ég náttúrulega veit alveg, þekki hann náttúrulega best á öllum og veit alveg að hún er náttúrulega að spila ákveðið hlutverk í fjölmiðlunum. Já. Hún náttúrulega nýtir sér þessa aðtegla sem það fær, hvort sem þessi slæmi eða góð. Já. Þannig að hún nýtir sér bara það í auglýsa sjálfan sig og gerir það bara mjög vel, finnst mér. Já, nákvæmlega. Það er ekki hægt að neita því. Nei, það er að hefnast ákveðlega hjá henni og gengur ekki bara búðin vel og allt og... Jú. En hvernig gengur bjórinn? Hann gengur mjög vel. Já. Vorum við myndið að taka við stóri pöndum frá 80 fyrir hann. Ok, og þú spilar í Íslandi í sumar, ekki? Bóltanum? Já, sem Skaganum. Og hvað okkur fórst ekki eftir í Val? Það er bara kom aldrei upp á borði. Já, ok. Strákurinn minn er hérna í skóla upp á Skaga og hann ég ákvað bara að vera það bara. Já. Þitt heimalið líka. Já, nákvæmlega koma heim og gaman að þeirra konur upp og náðum að tryggja stöðu okkur í deildinni. Það verður mjög sterkt, sko. Ok. Ég hefði viljað fá hann í lautina, sko, upp í Árbæ. Í lautina? Hvað er það? Herru, Fylki vantar strækir. En hvað gerðist þar? Þjálfarinn hætti eftir 8 pening, svo keiftuðu bara einhverja 5-6 leikmenn bara vikun eftir hann hætti. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Ég veit ekki hvort að Ási bara komið svona mikið pening með sér eða hvað það var. Það var eitthvað tricks eða svona, við eigum eitthvað pening þá fyrir þjálfarinn. Þeir hafa ekki treyst Óla fyrir því að eyða neinu, sko. Þeir hafa að spara núna síðustu 3 ára og svo bara ákveða að eyða öllu bara í einu, sko. Og Fylki vantar líka meira en bara strækir, eða ekki? En líka lautin, við þurfum að fá hann í lautinni. Það er svona eins og þetta er hann að gappa hann í berjan og þetta. Þetta var kaldhæðni, sko. Ég hata þetta nafn meira en allir, sko, á heimavelli Fylkis. En ert þú harður Fylkismaður? Já. Ok. Ég er með appelsínu gullblóð í æðum. Já, það er fallið, þetta er að. Herðu, við ætlum að fá hérna eitt lag og svo fáum við hraðaspurningar á Garðar Gunnlaugs ásamt því að við erum búin að uppgreita netmisnótkunina hérna. Það verður rosaleg netmisnótkun hérna eftir. Já, heldur betur. Fyrsta sinn sem við skulum ekki gefa meira upp að hún verður... Þetta er lindamál. Já, dýrar í kantinum. Já, félagarnir Kanye West og Jay-Z með lagið Why I Love You. Sennilega ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem að þetta lag spilaði þessum þætti. Hann er ennþá hjá okkur hérna, hann Garðar Gunnlaugsson, maðurinn sem er með einhverja G-Gun. Já, J-Gun, maðurinn sem er G-Gun, sem er með einhverja dýrustu prófælmynd af Facebook sem ég veit um. Hann er að keppa við DJ Óla Geir og við nokkar hérna, hann Sölva Tryggva. Hver tók myndina sem er á Facebook, Garðar? Það er Ástíðstókana. Ástíðstókana, ok. Bara einhverju góðu flippi eða var sem að stilla það lengi upp? Nei. Hún bara býða í 5 klukkutíma. Þetta var mjög gott flippi og þetta er okkur tekið 2-3 nótina. Ok. Já, þetta er falleg mynd. Þetta er sexy flip. Ertu mikið pókar á Facebook, Garðar? Nei. Nei? Það reyndar ekki. En það giftur maður. Já, menn vita hann er giftur. Annars var hann pókaður bara svo mjög illa, sko. Hann er í marinn eftir hann. Já, illa pókaður. Illa pókaður að því. En herru, það er komið að hraða spurningum. Ertu tilbúin, Garðar, þú þekkir reglur, þú ættir að hreinsa hugan og svara það fyrsta sem þetta eftir í hug. Það er ekki hægt að svara rétt og það er ekki hægt að svara vitlaust. Bleik og fíll. Tilbúin. 1, 2 og besta mynd allra tíma. Hvað heitir hún? Shawshank Redemption. Besta lið í ensku. Arsenal. Besta hljómsveit allra tíma. Ekki Nickelback. Hvað kveikir í kallinum?
Allt bara. Uppáhaldsnammi? Svona salt. Besta lag í heimi? Lagið sem hún hlusta á. Hefurðu lag með eitthvað? Já. Fallegasta kona heims fyrir utan maka? Vá. Björn Bragi. Mundur þú sitja nakin fyrir 50 milljónir? Já. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Hlébari. Hvað vill kallinn í jólagjöf? Mótorhjól. Hvað varstu gamall þegar sveindómurinn fauk? 16. Fallegasti kallmaður Íslands? Arnar bróðir. Hefur allt á djamminu? Já. Ok, þá er það komið. Herðu. Það var nett svona skástri krós á mig þannig. Já, það er enda sko... Þú vildir ekki svara fallegasta kona fyrir utan maka. Það er margir sem segir mamma. Já, ég var ánægður að hann tók það ekki. Það er óþolandi svar sko. Ég var líka mjög ánægður með sko að segja já við að sitja nakin fyrir 50 milljónir. Já, hann hikaði ekki það. Það myndi allir gera það. Ég veit að fyrir 50 milljónir, ég sverði, ég myndi gera það fyrir Kipp og Fleyg. Ég myndi gera það bara fyrir annan krumma. Ég er með þetta í skottinni. En hvað er hérna, það er náttúrulega líka sko, þú veist, 50 milljónir. Konan, hún hefur nú setið á Playboy. Hún var samt ekki nakin eða? Jú. Var hún? Ok. Hún var nakin. Það var svona smekklinegt. Já, ok. Hvað, fór það í taugarnar eða? Nei, alls ekki. En rættu það við eiginmanninn á undan? Já, við vorum að tala um þetta nokkur ár, sko. Já, ok. Og semst það sem ég sem hvart hana til að drífa sig í þetta. Já, ok. En hvað hérna, þú náttúrulega við glemdum að minnast á það, þú er sjálfur herra Ísland, hvað, 2005, 6? 2003. Þá varstu með sítt hár og sítt ljóst hár. Já, ég var svona brún, skólarir. Ok, hvenar hérna, núna, veist, ég reyna að fá hérna í útvarpinu sem áraði þetta við því að I know your pain. Hvenar lestu hárið fjúka? Það fóð bara eiginlega slétt árið síðar. Já, ok. Það byrjaði að snóða mig. Já, þú varst með bara sítt ljóst hár sem herra Ísland og þurftur að snóða það árið eftir. Já, ég þurfti þess ekki dröndum. Þið eru að hlusta á harmsugur úr fortíðinni. Hvenær byrjar að sjá þetta? Nei, veist, en hvað, þurftur að fela þetta svona? Ég er með stórt örinn aftan á sem er akkurat í sveignum sem ég var með sko. Svo byrjaði að þinnast þessi kring þannig að þetta var komið svona ágætið svæði þarna sem var hægt að sjá í gegn sko. Já, ég gleymi ekki þegar ég bjóði Gnóðaveginum og ég var actually svona 40 mínútur að reyna að greiða mér á þegar ég fór á tjammi og svona svo að liti út fyrir ég væri með þykkt hár svo bara mátti ekki koma vindkveð Akkur varst ekki bara með hárkolli? Thank you for raping my hair, wind Akkur var ekki með hárkolli það er eitthvað sad við það maður Ég kan alltaf bara rúnja þetta, hann er komið brúsk núna Ég veit að ég er endar Ég hef alveg hugsað það, taka Rúni á þetta Við þurfum reyndar aðeins meira heldur en hann seti í hausinu sér sko. Já, reyndar Já, hann var nú orðin vel sko, en segið mér strákar, gætu þið hugsað eitthvað að gera það þá? Nei, ég held ekki Ekki þá nema sko, ég myndi einhvern veginn bara hégóð minn, ég myndi þá einhvern veginn svona þykjast vera að breyta í eitthvað svona flip eitthvað, ég ætla að gera þetta fyrir Íslandi í dag eða eitthvað svona, en þá var ég actually að gera þetta fyrir mig sko Mér finnst nefnilega Rúni gera þetta svo vel sko, þetta var eina leiðin, hann sagði bara, fór í hárgræslu Já, bara twittaði það sjálfur og sýndi fyrstu myndar Þú þarft að gera þetta þannig, það væri mjög astnalegt Það getur ekki mætt bara í fyrsta leik bara í ágúst bara eitthvað, herru, er hann ekki maður að vera hár en hann var í mæ Ég er svo líka bara, já, hann er mættur hérna Auðun Blöndal í Íslandi í dag og allir bara komið þykkt hár, bara herru, hvað gerðist? Ekki neitt En herðu, Garðar, hjartanlega til hamingju með nýja bjórinn Takk fyrir það Virkilega gaman að fá þig inn í heimsókn, þetta er bjórinn Krummi og já, þetta er svona nett Cold 45 feelingur í þessu einhvern veginn Já, við þurfum ekki að vera svona auglýsing eitthvað Nú krunkar Krummi ekki bara úti heldur líka inni Já, inni þér Já Ég var enda búinn að semja lagið við þetta sko Þó ég ætlum ekki að syngja hérna Krummi krunkar inni í mjólinn Akkurat, þú getur, okkur tekur ekki eitthvað fund með Garðar Já, ég tekið það á ensku Já, við skulum ekki gera það ensku En hérna, við ætlum að fá eitt lag núna svo kemur rándýr netmisnotkun Þannig, ekki bara langt, Garðar, takk fyrir komuna Já, takk fyrir mig To the core, hard like motherfucking liquid swords. Harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Will he survive? Never deceased. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'ma kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my recipes. Tell a jealous chicken out
I know what the beef is. I'm just making money for my grandkids, nieces. I'ma work hard, that's my thesis. This beat is a shit thesis. Pardon me, ma'am, I'ma go dumb. Smart I am, I'm complicated. Hard I am, I end the beginning and... Já, þeir að hlusta á FM 95 Blöð á þessum mánudegi. Hvað ekki, 19. 5 dagar til jóla. Ég ekki búinn að kaupa eina jólagjöf, það að bugga mig pínu. Buggar ekki ennþá meira að ég sé búinn að kaupa allar. Ertu búinn að kaupa allar í alveg? Já, ég fór nefnilega til Brighton. Já, ok. In November. Keypti allt það, sko. Það er þetta sniðið til þér. Já, ég veit það. En það er enda, sko, ég er alltaf einu skruð en það er. Já, ég veit, en ég er samt þannig að þegar ég byrja, þá er ég enga stund að þessu, sko, sem er skemmtilegt. Þannig að ég er ekki að stressa mig mikið á þessu, en það er eins og að komið að netmisnotkunninni. Já. Og, við erum búin að vera með hennar liði núna síðan að við byrjuðum þáttinn, Bjössi. Já. Og það er einn ungur drengur sem að, við höfum bara... Hann lendir alltaf í þessu. Já, það er ástæði fyrir því. Hann er bara að biðja þetta. Nei, hann er bara svona hressa á Facebook og er með skemmtilega status. Ég var eitthvað með þetta neikvæmt, skilur við. Nei, hann er að biðja þetta. Nei, þetta er hann Óli Geir. Hann er búinn að vera að lenda tvisvar í netmisnotkunni. Nei, oftar. Já, þriðja sinn. Ég er búinn að lenda 3 eða 4 sinnum. Já, Sölvi lendi í, Herbert Guðmundsson hefur lendi í okkur líka. Já, Óli lendi 2 illa í því, sko, og svo einu sinni var hann svona side. Já, en ég var áðan, actually, ég leitaði hérna einhverju nýjum, en svo bara hugsaði með mér, ok, ég ætlum aðeins að poppin á Facebooki Óla Geir og sjá hvað hann var að gera helgina. Já. Ég gat ekki sleppt honum. Nei. Því líka og önnur eins helgi hjá Kjellin. Það er nefnilega, sko, helgi hjá honum er eins og heilt líf hjá annarri manneskju. Já, það er svo mikið að vera hjá honum. Að, í þriðja sinn hjá FM 95 Blöð er Óli Geir í netmisnotkunni, en við ætlum núna að djúsa þetta eins upp. Já, heldur betur. Já, við ætlum að lesa þetta eins og við séum hann að skrifa. Í tekno-útvarsleikriti. Já, í tekno-útvarsleikriti. Ég ætla að setja hérna Prodigy á fóninn. Og vilt þú byrja eða ég? Já. Þetta er netmisnotkunnin, Óli Geir, þetta er helgin hjá honum. Laugadagur 17. desember klukkan 17:09. Love is in the air. Hlakka svo til kvöldsins. Er mættur á Reyðarfjörð, búinn að stilla upp konfettibúnað, aukaljósum og fleira. Vil þakka öllum sem mættu á Players í gær. Var sóðalega gaman og stemningin var svo góð. Elska að spila þarna. Frikki Dór var flottur, Gauti var flottur, allir DJ-arnir voru flottir, en þið öll voru flottari. Kaffi Kósi í kvöld. Laugardagur, 17. desember, 23:03. Var að opna mér eitt kaldan, aleinn upp á hótel og Reyðarfirði. Þvílíkt líf, ljúfa líf eins og Palli minn söng. Djöfull er ég að meta þetta. Er að græja mig fyrir kvöldi, mættur í rauðu gallabuxurnar og svona. 50 manna rúta á leiðninga frá Egilsstöðum, stútfull af fallugu fólki. Reyðarfjörður, Kaffi Kósi, let's do this! Sunnudagur 18. desember klukkan 3:50 nótt. Vá, Reyðarfjörður, shit! Sunnudagur, 18. desember, klukkan 14:40. Ég var að fá þær upplýsingar að ég sett met í húsinu í gær á Kaffi Kósi. Í fyrra á sömu dagsendingu þegar ég spilaði hér, þá var ég á Kaffi Eggs og þá var líka sett met í húsi. Djöfull er þið mögnuð. Takk fyrir geðveitt kvöld í gær. Það var svo gaman að spila fyrir ykkur. Austurland eins og alltaf. Hlakka til að koma aftur. Gerum þetta aftur sem fyrst. Broskall, Jumbo samlokk og kókumjólk í morgumat hér á Reyðarfirði. Djöfull er Kósi hérna. Löf á ykkur. Sunnudagur 18. desember klukkan 22:02. Mögnuð helgi að baki. Hélt 5 partí helgina út allt land og öll voru þið yndisleg. Ég sjálfur spilaði á Players á föstudaginn þar sem stemmingin var svo geggjuð. Svo rústaði ég Kaffi Kósi og Reyðarfirði á samt öllu Austurlandi. Settu met í húsið. Held að eigandinn sé ennþá að taka til og setja staðinn saman. Jagermeistarinn var að fara vel í Austurland en ekki annað hægt. Endalaus ferðalög búin að vera síðustu vikur, búið að vera svo gaman. Nú fæ ég örfáa dag í pásu, núna geta jólin mín byrjað. Broskall, PS, Jumbo samlokan sem ég fekk í morgumat og Krónu og Reyðarfirði var mikluð. Fattaði það þegar hún var hálnuð, djöfullan vond. Þetta var helgin hjá Óla Geir. Þetta er svona helgi að vera. Já, ég myndi drepa bara fyrir að eiga 1 mínútu, sko, eins og heil helgi er hjá honum. Þetta er snillingur og þetta er góður drengur. Við reynum jafnvel að hringja hann á eftir og spyrja hvernig helgin var. Og hvað var á samlokunni? Já, hvað var að þessari samloku og bara hvernig var Reyðarfjörður. Allavega, við vitum það, hann setti met í húsinu. 5 partí! Það er ekkert flóknara. Fáum stöðarauðlýsingar, heyrum svo í Óla Geir og svo ætlum við að velja svalasta Íslendinginn, Ryan Gosling og svalasta Óli Geir, eða ekki? Já, ég menna, hann var ekki komin að blað. Við náttúrulega byrjuðum þetta fyrsta en ég tilnæmdi hann. Já, ég les stöðun eftir, þú fær eitt atkvæði. Þannig að, fáum stöðarauðlýsingar svo koma aftur. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37?
Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matargerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. FM 95 Blö í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Engin gríðalegur aðdáandi af þessu lagi ef ég voru að hreinskilin, en pottet einhverja núti sem fíla. Herðu, við ætlum að reyna að hringja í Óla Geir og maður sjá, vona bara hann svar. Ég ekkert viss maður svara okkur lengur. Nei, hann náttúrulega orðin Jóla Geir líka í hérna. Já, ég ætlaði að spyrja hann út í það, hvort hann vilja ekki kalla sig það. Já, Jóla Geir. Heyrðu, þetta hringingin hjá honum. Það alltaf stuð. Þetta hringingin í Óla Geir. Já, það djammir þegar maður hringir hann. Sæll vinnur. Ég á batteristöðum, sem við ætlum að tala á að hringja í annar númer. Og hvaða númer á þér hringi? 866-0309. Má sjá, 866, ég er í beinni samt, þú ert að gefa þetta upp í beinni. 0399. Bæ. Herðu, ok, ég held ég að ná réttu númeri hjá honum. Má sjá. Talaði eitthvað hlustundur með hann. Já, þetta semst, að nú erum við að hringja í Sindra BM, sko, greinilega, samkvæmt í ábúnduris. Já, ok. Sem plötusnúður. Já, ok, þá passar það, þá er það öðvitað rétt númer. Já. Óli gerir batterislaus, ég er ekki hissa, það er mánudagur og það er líka helgina. Ég meina, öllu batterínum helgina bara. Já. Á djamminu? Já. Og Reyðarfirði? Tók ég ekki örugglega niður rétt númer, þetta er ekki númer sem er gaf mér. Nei, þetta er ekki rétt númer. Ok, það er þessast, eina vitlausa talan hjá þér er 0, það er 0 hérna í næstsíðustu tölunni. Hvað er þetta svona? Þannig að þetta endar á 09, þetta er sama númer, nema endar á 09. Já, 0309. Já. Ok. Sko, já, þeir sem að tjúna inn, við vorum sérst að taka netmisnótkunna á Óla Geir, vinn okkar, sem að við hefur reyndar alltaf lent í þessu að því að hann er með eitthvað dýrasta Facebook bara sem að nokkur Íslendingur er með. Já, og það er einhvern veginn, ég ætla bara að ræða við hann, það er alltaf stuð hjá hann. Já. Og ég bara, við ætlum að spjalla hans við strákinu. Þú veist, hann lifir svona 5 sinnum hraðar en venjulegur Íslendingur. Maður sjá, Óli, ertu þarna? Óli Geir. Býtu, þarna var eitthvað, sko. Nei, það er verið að skella á. Æ, herðu. Við náum ekki á kallinu, því miður. Það er leiðilegt, ég ætla að ræða við hann bæði um samlokun og eitthvað. Já, ertu vissum að skellt, erum við ekki bara, þú prófa einu sinni eða? Já, ég er samt sko, maður sjá, þetta er hérna ekki rétt númer sem ég er með hérna. Pítur, ég ætla að láta þið fata. Hérna er það. Maður sjá. Sko, það er bara eftir svona rosalegt tekn. Jó, þetta er rétt. Sko, þá hérna held að ég að við verðum að heyra honum. Maður ætla hann að vera að gefa okkur villust. Nei, maður sjá. Hann ætti að svara þetta hérna. Óli! Er það hann gemli? Já, herri, já. Hvað segirðu? Það er að hringja í það númer. Já, ok. Ég er nefnilega, ég hringdi þið í beinni, maður. Já, ertu í beinni núna? Já, við erum í beinni. Já, hérna, hann með allir halda áfram að hringja í það númer, við erum minna á þetta. Já, ok. Það er fínt bara að hringja þetta. Já, hann var alltaf vinni. En þú lendir í netmisnótkunni á okkur aðan, heyrðu það? Í fyrsta skipti? Herri, ég var að hlusta á okkur. Ég hlóma, ég ætla þetta gott hjá okkur. Já, þetta er ekki smá status að reyða þér, maður. Þetta er sko, þetta eru Nóbelsverðlauna handrit sem þú ert að gera í statusa, sko. Herri, ég er einn á Reyðarfirði, hvað átti ég ekki? Já, þá reyndar hefur maður lítið, ég er náttúrulega, reyndar ekki komið á Reyðarfirði held ég, en svona þegar maður er einn þá kannski þarf maður svolítið að fara á netið. Þú varst að spila á Café Cozy á Reyðarfirði? Café Cozy, í fyrsta sinn. Ok, og bara á fullt hús? Já, rúkslega gaman. En eru bara hérna, nú spyr ég Óli, hérna, þó við sem að stríða með Facebookið og svona, eru allar helgarnar svona? Ertu bara að gigga frá 5. degi til sunnudags? Já, ok. Það er búið að vera þannig, já. Það er rúkslega gaman og hérna, búið að ganga bara rosalega vel. Hvernig er stemmingin, hvernig var á Reyðarfirði? Þú veist, er þetta allt satt í statusunum með það? Nei, ég líf öllu. Bara ískinn og raumurlu. Nei, þetta var alveg. Já, ég hérna, sem sagt, á Reyðarfirði var hérna, ég var að spila hann í fyrsta skiptið og þetta var alveg geðvægt. Liðarna er líka, það er svo ánægður að maður nenni að koma hann, sko. Já, bara þakklátt fyrir að fá Óla Geir í bæinn.
Já, nákvæmlega. Og það bara frábært. En þú setur status á sunnudeginum 18. desember kl. 03:50. Vá, Reyðarfjörður, shit! Já, ég var í nýkomin upp á hótel. Já, ok. Já, þetta gerst úr tölvun ekki síma? Já, ég fór bara beint, ég voru ekkert í ykkur partí en ég var bara beint upp á hótel. Já, ok. En var liðið ekkert að reyna að draga Óli Geir í partí? Það er fór allir á Egilsstaði sem er hálftíma frá. Partí og kom sér þetta rúta frá Egilstöðum og ég var ekkert að fara í ykkur rúti í ykkur eftirparti. Nei, þú stígur ekki fyrir rútu. Óli Geir rúlar ekki þannig? Nei, það er bara þannig. Já, við auðvitað vorum að ræða, þarf ekki að taka upp svona í desembermánuði nafni Jólageir eða Jólagýr. Já, Jólageir var eitthvað. Jólageir, maður, það er rosalegt. En ég verð að spyrja í lokin, ruglið með samlokuna, hvað voru mikluð? Já, maður, ég var smá þunnur, fór í Krónuna hann. Já. Ég ætlaði að vera nefndi ekki að fara í burger, það fylgir því svo að vera á þessu flakki og maður er alltaf í ruslfæðinum. Já. Og ætlaði að fara að fá mér samlok. Og ég slátraði henni bara, hún kom inn í hálunni og þá úkislegt bragð svona. Já, hvað var á henni? Það var gúrkur og eitthvað. Og ógið maður. Smurt á staðnum? Hvað segir þið? Nei, þetta var Jumbo stendur, þetta var ekki smurt á staðnum? Nei, þetta var Jumbo. Já, ok. Og það var einu eftir á Reyðarfirði. Já, þetta er örugglega verið vikugömmul samloka bara. Já. Síðasta samlokan. En hvað er framöndan hjá Jólageir? Herðu, ég búið að vera svo mikið núna með jólinn bara að byrja. Ég ætla að taka eitt 16 plusball á Selfossi. 27. Desember, það er svona árlegt 16 plusball. 16 plusball, hljóma vel. Já, það hljóma vel. Auðvitað mætið þangað. Já, við fyrir þar og hittir liðið. Og það er bara svona einu og svo ætlum að taka ekki eitt svona loka slútt svona uppgjör á árinu Auðvitað. Hvað annað, drengur? Ertu búin að kaupa jólagjafnar? Nei, það átt að byrja í dag, sko. Jesus. Ég veit ekkert, ég er svona svipar eins og auðvitað í þessu. Þegar ég byrja nennar stað þá kemur þetta. En maður heyrið að það er eitthvað þinga í Jólageir. Maður er alltaf með eitthvað í sér. Það er með það við Facebooki, þetta var eitthvað hissamaður. Nei, ég meina það er eðlilegt að maðurinn taki 2 daga í jafna sig, sko. Hann þú veist, vinnur þessar 3 daga, sko. Þú veist, bara, þetta er mánuður hjá vennilegum manni. Já, reyndar. En Óli, alltaf gaman að heyri þér. Við óskum þér allsins besta og það er aldrei að vita um að sleppi við netmisnótkunni næsta þetta. En við segjum, ef við heyrum ekki eftir þér, þá segjum við gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Gaman að heyri þér. Bye. Já, sko, þetta er nefnilega Óli Geir, hann er með fyndna og skemmtilega staðstöð, það er nóg að vera í ánum, en þetta er maður heyra, þetta er indall og nættustrákur. Við verðum að gefa henni það. Já. Herðu, það er komið að mínu uppáhalds jólalagi, ef ég nenni með Helga Björns. Hvað? Akkur ekki jólahjól? Herðu, ringdi í Brynjarmar og kvartaði honum og svo ætlum við að fara í hver er svalasti Íslendingurinn, þannig að byrja að hugsa og byrja að ringja í 511-0957. Já, ég vona að sem flestir að núti séu komnir í jólaskap. Þetta er Helgi Björnsson með lagið Ef ég nenni og það er komið að því að klára könnuna hver er svalasti íslenski maðurinn í dag. Var það viljandi gert að spila Helga Björns áðurinu fyrir með þennan leik af því að hann gæti mögulega verið svalasti Íslendingurinn? Það er bara góðu punktur hér, hann er náttúrulega eitt allra svalasting. Hver fær þitt atkvæði, Björnsi? Óli Geir. Óli Geir, hvernig er samt staðan í þessum leik? Sko, þetta var fyrsta atkvæði sem Óli Geir fær, eða Jóli Geir. Það er þannig að Fjölnir Þorgeirs er með 3. Má ég gefa Garðari líka fyrir Krumman sem hann gaf mér? Já, Garðar fær 1 líka. Fjölnir Þorgeirs er með 3 atkvæði, G-höfðingin er með 2, Ingvar E með 1, Blöð með 1, Hilmi Snæri með 1, Hjöppi K með 1, Erpur með 2, Gummi Beni með 1, Gylfi Ægis með 1, Aron Pálma með 1 og nú er Óli Geir með 1 og Garðar Gunnlaugs með 1. Það var ég ekki með 1 eða? Nei, fólk var ekkert mikið að kjósa, en það ert ekkert svalur, sko. Það er 511, þú ert svona krútt ásins, 511-0957, endilega ringja inn og segja okkur hvað ykkur finnst og við tökum hérna fyrsta hlustandamma, sjá. Þetta er í tengslu við að Ryan Gosling og valinn svalast maður í heimi. Já. Við vildum svona vita hver er svalast gaurinn á Íslandi. Má ég sjá, FN95 blöð, góðan daginn. Halló? Halló? Hvað er þetta? Þetta er Afiðin, nei, hvað er þetta að ringja? Hvað? Ertu ætlar að vera með í könnunni? Erpur farið ykkur atkvæðin. Ok. Hvað er að gerast þarna bakuð maður? Ég held að séu staddar við tökur okkur umðinni Alien 5. Það er eitthvað, fengum eitt bara alltaf út úr geimnum. Það eru góða skemmtust, Erpur. Bæ. Herðum að sjá FM95 blöð, góðan daginn. FM95 blöð, góðan daginn. Halló.
Ok, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Það bara hann meistarinn Auði Blöð. Það er ok, takk fyrir það. Það er ekkert öðruvísi, við þurfum ekkert á hinum að halda Fjölni, maður. Nei, Fjölni, hann er satt komið 3 atkvæði. Já, blessa reynda að púka það út, maður, hann er ekkert að gera með þetta núna. Þá hann að henda ykkur hestum upp á Vassbóli, maður, það er ekkert betri maður fyrir það, Þetta er reyndar, Fjölni er reyndar toppmaður, ég get votta það. Hann er búin að fá sína aðtegli, sko. Já, hann bjargaði líka hestunum árið 2010, sko. Já, reyndar. Hann skutlaði mig bara einhverjum pollið þarna. Herðu, takk fyrir þetta, mestari. Ok, bye. Nei, maður sjá. Þessi var nú búið með einhverja krumma, sko. Nei, ég var ánægður með það. Maður sjá FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herru, hver fær þitt atkvæði svalasti gaurinn á Íslandi? Það er Helgi Björns. Helgi Björns, já, hann var veist hvað sorglegt við það. Já, Helgi Björns var ekki komin á blað, hversu dabrist er það? Já, mjög dabrist, sko. Já, hvaðan er þú að ringja? Ég er bara ekki gráð henni það. Ok, Helgi fær þitt atkvæði. Já, takk æðislega, ok, bye. Herðu maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Hver er stóri G-höfðingin? Fær hann þitt atkvæði? Nei, hver er það? Það er Gilserinn. Já, ekki hann það er. Helgi Björns. Helgi Björns. Maður sjá, þá er Helgi Björns komið 2 í röð, takk hérlega fyrir þetta. Maður sjá. Helgi Björns hefur verið að safna ykkur atkvæðum. Já. Herðu, þú voru að lækja útvarpinu? Já. Herðu, hver fær þitt atkvæði, mestari? Baltasar Kormákur. Balti, herðu, hann var ekki heldur komið að blanda. Hann er þetta mjög flottur. Já, Balti. Þetta er gott atkvæði. Til hann ekki með gott atkvæði. Já, takk fyrir það. Herru, takk, ok. Herru, þá er Balti komin á plan. Þetta var líka svo solid gaur. Þetta var eins og... Baltasar Kormákur. Já, þetta geti að vera sonur hans. Þetta var örugglega bara Baltasar sjálfur. Já, það er bara þegar þú segir það. Ég held að, það var náttúrulega augljóst líka gæðin á það sem að gaf þér atkvæði. Þú baðst hann að ringja. Nei, þetta var ekki valið frændi, ég get lofa þér. Get ég syngt inn eða? Þú getur reynt að maður sé FN95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að segja Erpur og Öddi. Erpur og Öddi, takk fyrir það, skvísa. Herru, þá er Erpur komið fórstunni. Herru, takk, bye. Herru, Erpur er komið með 4 atkvæði, Fjölnir Þorgjursson er með 3, Helgi Björns er með 2. Þetta er spennandi keppni, við tökum nokkuð símtilið viðbót. Maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Halló. Herru, Björn Bragi. Björn Bragi? Yes! Nei, ekki eitthvað svona grínatkvæði. Hver finnst þér? Er þetta mamma? En svona eða þú átt að... Herru, byrju, akkur er þetta grínatkvæði ef ég fæði það og þú bara eitthvað... Já, ég sjálfur, ok, takk fyrir það, minnstari. En þú átt að tala í alvöru, hver finnst þér? Björn Bragi. Nei, svona ánans gríns. Akkur má ekki segja hann. Ég er að stríða honum. Þetta fótt að kjósa hann. Já. Takk fyrir. Já, takk fyrir leið. Ég er mjög ánægð með þig. Herru, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir. Það reyndar að vera þannig, sko, að það má ekki kjósa það sem er í þættinu, sko. Nú má það ekki lengur. Ég er ekki búin að merkja við mig villisingun, ég lofa. Serðu með einhvers þar? Það stendur hérna stórt Öddi Blöð og broskall, eitthvað, hann er með þetta. Já, heldur að ég myndi grína sjálfa mig hérna og bara, já, ég búin að vinna þetta. Maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Ég ætla að kjósa Björn Braga. Yes! En það er ekki. Það er ok, takk fyrir það. Já, bye. Sérðu, með þessu væliðinu erum við búin að opna bara dós af ormun hérna. Maður sjá, FN95 Blöð. Ég sjálfur en hringin, sko. Maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, skellt á. Halló, FN95 Blöð. Herru. Já. Ég er með Björn Braga. Takk fyrir það, vinnur. Ok, bye. Yes, gleðileg jól. Herru, sér þetta grenni þér, Bjössi. Maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Halló. Hæ. Það er Garðar Gunnlaugsson. Garðar Gunnlaugsson, þetta er hvað? 5. Við erum 5 hérna og hann fær 5. Já, hann fær bara 1 og hvert símtal. Þetta var svona góð tilhörn. Ég er sonur hans. Ertu sonur hans? Ok, þá fær hann 3 frá þér. Ok, Gefum það. Ok, bye. Já, það er sko þar að börninu byrja að ringja inn og kjósa og þá ertu... Garðar hefur hringt í strákinn bara, heyrðu, þeir eru að velja hérna svalast, það getur... Kjóstu pappa. Kjóstu pappa. Neina, kjóstu pappa. Maður sé FN95 Blöð, góðan daginn, hver finnst þér svalastur á Íslandi? Þetta kemur eitt akkúðu skagafyrður. Já, ég fíla það. Það ekki? Já. Það er Raggi Bjarna. Raggi Bjarna. Það er alltaf bara töffari. Já, hann á klárlega eim á listanum, ég sammála því. Það er ekki hverju sem sem syngja með erti, sko. Æ, sko, Raggi Bjarna er alveg með þetta og ég er ánægð með þetta atkvæði. Það ekki? Já, endur Skagafirði. Já, nákvæmlega. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Ok, bye. Ég er að reyna að ringja inn sjálfur á fullu, sko. Ég næ ekki inn, sko. Það er svo mikið að fólki að ringja. Sem er gott. Þú átt ekki að ringja. Já, FN95 Blöð, góðan daginn.
Já, góðan daginn. Herru, Björn Bragi. Björn Bragi, þetta er sko glætan að Björn Bragi sé svalasti maður í Íslandi. Takk hérlega. Annarkvort er fólk að rauka eitthvað hérna á rúndinu. Gleðileg jól, meistari. Ef þú myndir sjá skyrtuna sem hann er í núna, þá myndir þú taka atkvæðið tilbaka. Herðin, takk fyrir að ringja. Ná, sjá, FN95 blöð. Já, góða kvöld. Góða kvöldir. Hvers konar skyrta er þetta? Herru, þetta er glæsileg blá, svona köflótt skyrta úr Kormáki og Skildi. Hún er svona svolítið gamaldags. Já, þá líst mér vel á þetta. Þá fara 2 atkvæði frá mér. Yes, takk fyrir. Herru, þú, sko, það gengur ekki að Björn Bragi þetta er rándýrt sé að fara að vinna þetta hérna. Finnst þið Björn Bragi svalari heldur en Baltasar Kormákur til dæmis? Já, það þýðir ekkert að vera snabbó. Nei. Það er þetta hárið þetta. En ég er sko ekki búinn að skrifa atkvæðin sem ég fengi. Ég er búinn að skrifa Bjössa. Ok. Takk fyrir. Ok, bye. Herðu, maður sjá, hvað var að gefa þessu? 3 viðbót? Þetta er komið, sko. Nei, þú ert með 4, Fjölnir með 3, Erpur með 4. Já, ég er með 5, FN95 blöð, góðan daginn. Já, það er Ingvar Sigursson og Gunnar Nelsson. Ingvar Sigursson, maður, það eru vel gert. Gunnar Nelsson líka heima. Þetta eru menninir í dag, sko. Ég er alveg sammálaður, ég ránaði með þess atkvæði. Já, það eru græði. Já, ég held að til dæmis Gunnar Nelsson myndi ekki láta sjá sér dauðan í skýrtunum sem Björn Bragi er í. En takk fyrir að hringja. Ég ætla að twittin hérna eftir og sjá það hana. Bye. Takk, bye. Herðu, maður sjá, þá tökum við nokkru viðbót, FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Fjölnir Þorgeirs. Fjölnir Þorgeirs, klárlega. Heyrðu, ekki þetta. Hvað, býttu, ert þú hérna í einhverjum kosningaráður og þú ert í þættinu, Bjössi? Hann á þetta skuldlist og við erum með þess að 2 hérna, þannig að við viljum hann fá 2 atkvæði. Ég er dóttir hans, jú ég er dóttir hans. Heyrðu, þetta má ekki til að kjósa bara einhver ættingja, sko. Þetta er snillingur, Fjölnir er með þetta, sko. Hún er vanhæf. Sem dóttir. Nei, ég er ekki. Nei, hann fekk atkvæði, alveg potið. Takk aðeinslega. Þeir sem að hringin og velja mig, Björn Bragi, þeir fá bíómiða. Hættu þessu, Björn. Þú ert ekki að fara að vinna þessa keppni, skulum hafa það alveg á hreinu. Heyrðu, FN95 blöð, góðan daginn, ef þið kjósið ekki Björn Bragi að fáið 2 miða og ég er með miðana hérna. Ég fá 4 miða á kringina New Year's Eve. Heyrðu, FN95 blöð, góðan daginn. Heyrðu, ég vil setja mitt atkvæði á Aron Einar Gunnarsson. Aron Einars. Grátarður. Já, ég er ánægður með það, er snillingur. Aron Einar, hann var að komast á blaða núna. Heyrðu, takk fyrir þetta, Unnur. Ok, hann var mest að skora helgina, maður. Já, FM95 blöð, góðan daginn, hver finnst þér svalastur á Íslandi? Það er auðvitað Björn Bragi. Auðvitað? Auðvitað getum við ekki gefið henni bíómiða? Nei. Jú, erum við ekki með eitthvað New Year's Eve hérna? Það fær ekki neitt. Jú, ekki. Takk fyrir að hringja. Bye. Maður sjá, FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Það er að tala um einhverja bíómiða? Það er engin bíómyndir, það er alltaf ekki að kýst Björn Bragi, ég get lofaði því. Þá kýst ég Steingrím Njálsson. Nei, gamli. Hættu, ok, ég má svo sem ekkert stoppa neitt. Nei. Takk fyrir þetta. Ég vil ekki. Ok, bye. Já. Ég þarf að fá Sölva Tryggva til þess að vera hérna viðstættur þessi kostningar, sko. Hvað er Sölvi Tryggva hefur ekki fengið 1 atkvæði? Nei, en hann var í Rússlandi, eða Sýberíu eða hvað sem hann var, sko, að stoppa eitthvað svona, garda einhverjar spiltar kostningar. Já, ok. Við þurfum að hafa hann hér, sko, því að þú ert svo... Nei, þú ert svo einu sem er spiltur í það. Þú ert að stjórna þættunum og ert að láta alltaf kjósa þig. Það er bara sorglegt. Ég er gestastjórna þig. Og ég ætla að láta, ef að DFF eða eitthvað fjallar þetta, ætla að láta og tala hvað hefur verið sorglegt að þú hefur verið að biðja atkvæði sjálfur eða eitthvað svona. Ég er bara mjög ánæður að fá atkvæði. Ég er að stríða. En ég er gestur. Ég veit það. Það er enda rétt. Má sjá FN95 blöð? Já, góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Það er Erpur. Það er Erpur. Þá er Erpur komið 5 atkvæði. Þetta er að vera svolítið keppna milli Fjölnis og Erps. Meru, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Ok, Unnur, bye. Þessi var búið með krumma. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, það mínusa atkvæði hjá okkur. Mínusa? Já. Hvernig þá? Hvernig þá? Ég bara segi svona, ég ætla að skjóta á Erpur. Erp, ok, glæsilegt. Þá er hann komið 6. Takk fyrir þetta, Unnur. Herðu, ég ætla að taka 4 viðbót svo er þetta búið. Má ég sjá, FM95 blöð, góðan daginn. Það er Björn Bragi. Sjálfsögðu. Bye. Takk vinnur. Meistari. Má ég sjá, FM95 blöð, góðan daginn. Erpur, já, takk fyrir það. Bye. Bless. Það gerðist eitthvað alltaf rétt árum skellt á. Má sjá. Þetta er hættur að telja mín atkvæði. Nei, FM95 blöð, góðan daginn. Hvað finnst þér svalastur í Íslandi? Ekki Björn Bragi. Herðu! Hárið þetta þér. Af hverju ekki?
bara svo kjánlega út eftir að biðja matkæði. Mér langar að svalasti. Já, það er ekkert svalt við það að vilja vera svalasti. Mér langar það svo mikið. Já, ég eiginlega kjósa Erpur, þá var hann komin inn á toppinn. Erpur greinilega fara að verða svalastur hérna í F95 blöð og ég veit að vera ánægð með hann. Þetta er á Kúpu núna með Havana í annari og mömmu sinni hinni reyndar, hún fór með honum út. Herru, takk fyrir þetta. Okay. Herru, það eru síðustu 2 F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Hver finnst þið svalastur á Íslandi? Herru, það er þú og minn. Nakka yfir það. En ef að hérna, það sem ég er stjórnandi og má ekki taka atkvæði, hvað myndirðu velja? Já, það er hann Björn Bragi minn. Nei, þá tek ég alltaf... Þetta er vinur okkar. Nei, þá tek ég alltaf... Þetta er vinur þáttarins. Það er svo grótlegur. Já, takk fyrir þetta. Þú ert grótlegur, takk fyrir. Það var að síðast atkvæði dagsins og bara vikunar í þessari keppni, en svo er ég... Í þessari, bara... Skoðanakönnun. En ég og Hjörvar eru með, Íslendingur ársins á 50-daginn, þannig að það er annað en maður sjá. Það er svona svindl samkoma. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Þetta er Fjölnir Þorgis. Þetta er Fjölnir Þorgis. Takk fyrir það og bara eigðu góð jól. Herru, þá er það þannig Fjölnir Þorgjesson með 5, Erpur Eyvindur með 8, Ingvar með 2, hérna Balti, það eru nokkri sem komast á blað, Björn Bragi með 6. Ég er með miklu fleiri en 6. Erpur Eyvindarsson, maður valinn svalastið maður FM95. Í svindkostningu ekki taka mark á þessu. Ég þakka öllum sem að ringdu og ég hveti ykkur til að ringja líka 15, því þá er að velja Íslending ársins, ég og Hjörvar Haflega. Það er eins og að komið að vinkonu Hjöpa Ríhönu. Vikunar á FM 957 er önnur breiðskífa Our Lives, Den of Lions sem inniheldur 11 frábær lög, meðal annars Smellina, Blissful Ignorance og Blurry Eyes. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum okkar, spilum lög af plötunni og gefum endur. Fylgstu vel með og nældur í eintak af Den of Lions sem er platavikunar á FM 957. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Kalkunabátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 10 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland, Klappastíg 30, makland.is. Naturfrisk Engifjöröl. Gleðilegur jóladrykkur. Gleðileg ísjól. Ísbúðin, Háletisbraut. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu. Steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Velkomin í heim hátækni. Sjónvörp, tölvur, heimabíó, hljómflutningstæki, farsímar og fullt af skemmtilegu dóti. Og það eru alltaf einhver tilboð í gangi. Velkomin í heim hátækni. Ármúla 26. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastaður. Rauðarárstíg 37. Fender kassa og rafmagnskítarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Ert þú í vafa hvað átt að gera í jólagjöf? Gefðu skemmtilega gjöf. Gefðu gjafabréf á English Pub og þú færð vini þína til að brosa. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Ný risastór Outfitters Nation sending að koma í hús. Flottar vörur, frábær verð. Tilvalið í jólapakkan. Outfitters Nation Kringlunni. Þú finnur allar skemmtilegu og ódýru jólagjafirnar hjá okkur. Opið til 10 öll kvöld. B.T. og Griffill Skeifunni, fyrst og fremst ódýrt og líka skemmtileg. Hæ, Grettir hérna. Sigga, besta vinkonu mín var að kaupa sér sérsaumaða úlpu hjá Nærveri.is. Hún er geðveik! Og nú er allt á 30% afslátt í það. Kíktu, sjáumst, Nærvera.is. Nærvera.is, í húsi verslunarinnar. Þú finnur ótrúlegt úrval af skemmtilegum og ódýrum jólagjöfum í Office One. Bækur, spil, leikföng, púsl og fleira og fleira. Opið allan sólarhringinn í Office One Skeifunni. Dílar.is í dag.
25 skota terta frá alvöru gæðaflugöldum á aðeins 720 í stað 1500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö í boði. Smálán Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón, ekki fyrir fótboltastráka. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hárrétt þeirra að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það mánudagur sem þýðir að Björn Bragi hérna hjá mér FM 95 Blö sem var næstu yfir valinn Ég var náttúrulega valinn það, skilur, þú bara komst í veg fyrir það. Björsi, það hefði bara orðið til þess að það myndi enginn treysta neinum könnunum í þessum þætti aftur. Viltu það? Viltu ekki að landin treysta okkur? Ég vil bara heiðarleika og gegnsæi. Ok, þú vilt heiðarleika. Ég vil heiðarleika nú. Ég vil líka heiðarleika frá þér. Finnst þér þú svalar en Ingvar er? Nei. Finnst þér þú svalar heldur en Baltasar Kormákur? Nei. En mér langar, þú veist það, skilur, þú veist eins og ég, það er bara gaman að vinna. Við viljum vinna, við erum báðir tapsárir. Þannig að mér langar bara að vinna þessi keppni, ég var ekkert að bæla út hvað gekk, sko. Nei, ég veit það. Þú varst bara in it to win it. Já, ég veit að það verið keppnum bara mesta dickheadið, sko. Ég hefði samt bara viljað vinna. Já, það er hérna... Það meikar ekki sens. Nei, en þú samt, sko, þetta gekk vel, þú fekkst fullt atkvæðum. Þetta virkaði þér. En ég játa fúslega að það voru þarna munnsvalari menn en ég. Já, ég held að við verðum seint haldir sölusmenn í Íslands. En ég meina Baltasarir og Ingvar eru líka alveg svalari en Erpur. Já, ég er alveg sammála því svo sem. Það er alveg rétt við þér. Þú veist, ok, hver er að þínu mati svalasti mann í Íslands? Eða þú ætti að vera alveg, ég veit alveg því finnst ólíkir ekki svalastur. Ef ég var alveg heiðarlegur? Já. Björn Hlynur Haraldsson leikari. Já, hann er mjög ofalega hjá mig líka. Ég myndi setja Björn Hlyn eða ég... Þú sást hvernig hann mætti á Stöð 2 kynningunni. Það er það grínast, hann komur röltandi hann upp tröppuna þunnu með sólglerun. Hann er eini maður sem kemst upp með það að vera með sólgleru inni. Já, líka, ég var ekkert að spáði því, svo kom hann sko, og þetta var sem sagt, það var hauskynning Stöð 2, hauskynning. Hann röldi, þetta var í Hörpunni, hann fyrir hlustendur sem að við sáu þetta ekki eins og við. Og kom Björn Hlynur röltandi upp tröppuna með sólgleru, eitthvað reypan inni og bara á bólnum. Skiptuna svona einhvern veginn herta niður svona illa til fara en samt svo góður að því, sko. Já, og svo spurði hann bara, nei, hvað sé kallinn maður? Djöfull lúkkarinn maður. Já, það er málið, ég skít þunnur hérna maður. Ég er bara svona, Jesús, ég get óskast þegar ég myndi líta svona út þegar ég þunnur. Ángríns, ég get óskast, þegar ég þunnur, ég er bara ógæslir, ég er eins og lestasleis heima að mér, ég er ekki svona. Já, þú fer bara út í bakari með Svessa B og... En allavega, þá frá F95 og F95 þá fær Björn Hlynur okkar atkvæði. Það ekki? Já. En herru, við vorum að tala um aðan hérna ég og Björn Bragi að þjóðin sem ávist að vera í mesta jólaskapi heimi, samkvæmt einhverjar könnun, heimskönnun í gangi, er Danir. Já. Og við erum að spája núna, sko málið það er bara svo margir hringinn að ég get ekki að opna línuna, þannig að öll þið sem er að hlusta, þið verðið að hætta að hringja núna. Þetta er fólk sem vil kjósa mig. Já, hætta að hringja og þannig að við getum hringt til útlanda þegar við ætlum að hringja núna til Danmerkur og aðtúa hvort að þeir séu svona rosalega líi glad, eins og ég segja, maður sjá. Talaðu eitthvað með það? Já, Danir reyndar sko, ég hef nú búið í Danmörku í hálft ár fyrir einhverjum 2 árum og Danir eru ekki neitt líi glad sko. Þeir eru bara svona erfiðir. En heldur að þeir séu meira jólaskap en við Íslendingarna? Ég sko hef ekki farið út úr húsi reyndar í nokkra daga sko. Ég veit ekkert hversu mikið jólaskap er komið í íslensku þjóðana sko. Ég hef ekki farið í Kringluna eða eitthvað svoleið sko. Og svo hringir? Hvert eru að hringja? Heroes Café heitir það í Danmörku. Ok, í Kaupmannahöfn? Ég veit það ekki. Ég ekki að segja þeim bara við sem í útvarpinu. Jú. Annars halda við bara til síma þetta. Já. En samt ef við segjumst þér í útvarpinu í Íslandi þá kannski nennar ekki að tala við okkur. Jú, the radio. You have reached the voicemail of... Halló? Þetta er voicemail. Já, það var kvöld á það. Record your message after the tone. Ég er að pæla, ef þú ert vinnur við það að bara talin og auglýsingar, þú ert með svo flotta rödd. Ég ætla að prófa Kasser Jæger kaffe. Já, ef maður er með svo flotta rödd, skilur þú bara vinnur við að talin og auglýsingar og talin og eitthvað svona dót. Getur þú að kalla það voicemail? Þú veist, þú ert kallmaður? Getur ég? Ég er með svona rödd, sko. Voicemail, skilur, radd kallmaður. Er það lélægt það? Ég er að veit. Þetta er brandari, sko. Herðu, ég næ ekki inn, maður. Jú, býtu, ég geti náð hérna. Segðu eitthvað annan svona ógeðslega fyndi brandari. Ok, ég skal segja brandara. Hérna, Bleiki Partusinn, hann stóð einu svona á önd sem var dauð. Veistu hvað hann sagði? Nei. Dauð önd, dauð önd,
Dauðan. Æ, ég er ekki að ná maður. Ég er ekki að ná í gegn. Eins gott sko, ég er ekki með fleiri brandara. Nei, og bara sem... Erum við bara ekkert að ná til Danmerkur? Nei, ég verð að reyna aftur og eftir. Nema að ég reyna Dunkin' Donuts hérna. Já, þetta er pyrrandi sko. Jú, ég þól ekki þegar að misteksta með mér. Halló? Þetta er eitthvað... Svona alltaf spurning hvort það einhver sem er sko nýkominn frá Danmörku við myndum heyri honum sko. 0045, að sjá. 207 hérna. 655. Þetta er líka svo löng númer sko, þetta er, þú veist, tekur alveg hálftíma að stimplað inn sko, þetta er 8 stafir og svo þarf maður að stimpla það 0045. Nefnist ekki lengur, ég náði ekki inn og það eru leiðindi. Hendum ég eitt lag, þegar við komum tilbaka þá erum við komið með Dana á línuna, eða Íslending í Danmörku. Við ætlum að hafa þannig, ég ætla ekki bara að henda á eitthvað lag, ég ætla bara að setja, og núna ef einhver ekki komin í jólafinning, þá fer hann í jólafinning núna, það er bara þannig. Ekkert bull, ekkert væl, öll hress og öll sæl, ég vona að sé allir konir í jólaskap. Það eru reynda nokkur orð þarna í þessu jólalagi sem eiga kannski ekkert beint heima í jólalagi, en ég vona að fólk fyrirgefi okkur það. Herðu, leið og ég setti lagið á, þá gæti ég hringt til Danmörku númerið. Nú er samt ógeðslega vandræðilegt að mistakstættur. Ég reyna einu svona enn eða. Ég ætla að prófa hérna eitt stað fyrst. Ég ætla sko Híróskaffinn að svaraði mér sko. Þetta eru bara hetjur þar. Tala eins, svo er ekki þögn í útvarpinu, Björn. Á ég segja hann brandara eða? Já. Nei, ekki brandara. Ég ætla bara að endurtaka það sem ég sagði, að sko Danir er ekki svona líglað eins og haldið þér fram og þess vegna eru þeir ekki að svara okkur. Þú veist, hún svaraði núna því hún vissi að við vorum... Nú ætti þetta, maður sé. Nú er þetta að gerast. Heroes Café. Prøv lige en gang til. Ja, hallo, er det Heroes Café? Om det er hvad? Det er i Danmark? Ja. Ja, jeg ringer her fra Island. Þetta var náttúrulega sænsku. Do you speak English? Nej. No English? No English. Forstår du English? Ja, men du kan da snakke dansk, kan jeg høre. Ja, kan jeg? Ja, tack så mycket. Okej. Vad jag tänker om är nu sa jag på ny kanon that Danmark kommer till juleskap. Är du i mycket juleskap? Jule hvad? Juleskap. Är du juleglad? Ja, er du ikke det? Är du? Ja, du er ikke det. Er jeg kvar? Du er juleglad, ikke? Ja, jeg er juleskap mycket. But I'm not very good at Danish. There was... Nej, du er ikke så god til dans, nej. Nej. There was a survey that said that the people in the world that most are in Christmas spirit now is Denmark. Is that true? Yeah. Yeah? What is happening in Denmark now? Jamen, hvad sker der i Danmark? Vi har ude at købe julegaver, vi venter jo på juleaften. Hvað var það fullur? Hann er búinn að drekka svo mikið krumma, sko. Ja. Vona er juleaften. Vi holder ikke jul i aften, vel? Hvordan vores juleaften er? Er det det, du siger? Er alle i juleskap nu? Men har julemanden kommet i byen? Hvad siger du? Julemanden? Julesvennen, ja. Julesvennen? Hvad er det med julemanden? Julemanden, er han i byen nu? Herru, já, takk fyrir þetta félagi, við heyrum þér, ég get ekki talað við hann lengur. Hann var allavega í rosalegu jólaskapið, þetta var ekki að virka. Nei, hann var búinn að drekka svo mikið krumma líka. Já, maður heyrði bara, það er enda svo fyndið, alltaf þegar Danir tala, það er eins og sé blind fullir. En við erum hérna með mann, kunninga minn, sem er hérna nýkominn, hvað sérum? Við náum honum ekki inn. Nei. Þess vegna þurfti líka að köta hann. Við erum að reyna út á tíma sko, hún er 10 í því, en við erum ekki búnir hins vegar. Við ætlum að fá hérna, þessi maður var rétt að hann valinn svalasti Íslendinguna af okkar hlustendum. Það heldur sjálf við hæfi að spila lag með Blasa Rokka og strákum í Rottweiler hundum og svo erum við með aðeins hérna í lokinu eftir, en það eru bara 10 minútur eftir þetta og við náum ekki ringi vinnin. Ég er bara flottast að laga Rottweiler hunda í langan tíma. Reykjavík, Belfast. Ég er bara ennþá svo bitur sko yfir kosninguna á hann. Herja, ég menna fyrir hlustendur sem er inn á Twitter að þá getur farið inn á ÖTB á Twitter og séð mynd af Birni Braga í skiptunum sinni hérna og
Segir mér svo að þetta sé svalast í Íslendingurinn. Þetta einelti. Nei, já, ég veit það. Ég reyndar svona ánalskrýns, það finnst mér alveg svalur ungu maður, Bjössi. Já, ég bara vildi ekki að þú myndi vinna þetta hérna því að ég vildi að, það á ekki einhver þáttastjórnund að vinna, sko. Nei, ég skil ekki, sko, þess að minnum átt að kent út í klæðinaði minn alltaf hérna í þessum þáttum. Það reyndar öfundi, sko, ég svo síðast sem geta eitthvað verið að skjóta á klæðaburð hjá mönnum, sko, ég alltaf bara í gallabuxum og ból. Ég nefnilega, sko, þú sér það að ég ekki að skjóta þig, en það legg ég það ekki í vana minn að sparka í liggjandi menn. Ég líka, þetta svo þægilegt fyrir mig, ef þú ert með leiðandi, þá bara lækka ég henni líkarmálinu. Það þýðir ekki að rífast við tæknumanninn og stjórnmálinn. Ég náttúrulega taka hana, eins og fólk heyrir oftast í útsendingum og þá ég á takaborðinu, ég held að ég er búin að skýta svona 50 sinna mámi sinni, byrjaði hérna sem takanumar. Auðvitað með takana og eftir að kaupa pakkana. Það hárrétt og bara lakkana. Herðu, það búið að vera að sannur heiður að vera með þér inn í dag. Bjössi? Já, ég byrjaði að taka mjög slæma enska hresakynningu, en ég svo bætti ég. Viltu reyna í tíma? Viltu reyna hann aftur núna? Nei, ég ætla að vil reyna við eitthvað annað tungumál í næsta þætti. Ok. Ég reyndar, sko, ég hef ekkert efna að vera ríða kæft, ég og Pétur reyndum þetta síðasta miðvikudag og ég var skellulegur líka. Mér til varnar þá og samt var bara, heyrðu þú, svo er það enskynning og já, við erum komin í þetta loftið. Já, ég glemt að segja þetta. Já, ok. En það búið að vera gaman hérna hjá okkur Björns í dag, vonandi höfðu því jafngaðan af hlustundu góðir og ég minni á þáttinn á morgun, þá verða ég og Sveppi hérna og Sverrir. Já, Sverrir. Auðun og Sverrir verða með þáttinn. Já, Auðun og Sverrir, Sveppi Krull. Já. Og það verður góða gestur í stúdíónu, þannig að hérna, ég ætla ekki að nafngreina núna en það geti verið rándir gestur, þannig að ég hveti ykkur til að hlusta á morgun, svo náttúrulega Pétur Jóhann á miðvikudaginn, þannig að það er húlum hæg út alla vikuna, vonandi hafið það sem allra best í dag og kvöld og ég er að spara drulla mig núna að fara að kaupa einhverja jólagjafir. Það er fínt að búið með 3. Ég er að spara að taka 3 í dag. Þú hefur líka nógan tíma, sko, það er bara hvað er 19. Já, ég veit að það er bara öl í ennþá, sko. Ég veit en það er samt gott ef ég myndi ná 2 á eftir að það er mjögst ógeðslega gaman að eiga eina gjöf eftir á Þorlák. Já, hvað er þetta cirka margar sem þú ætti að kaupa? Þetta er svona 8 gjafir cirka. Algjörlega, ef við ekki setja markmið hérna 2 á dag 2 á dag, jó það og 1 á Þorlák. Já, ég fíla það. Það er gott hér, ég ætla að segja gleðileg jól, af því að ég heyri ekki í ykkur hlustendum aftur og 10. kynslóðin er komin í jólafrí, hún kemur aftur í janúar. Já, þetta er líka síðasti þátturinn þeim fyrir áramót því að FN95 blöður í frí á milli jól og nýjás. Já, ég mun láta mig hverfa fram til ársins 2012. Takk fyrir það, takk. En ég verði í skyrtunni. Hann verður í skyrtunni, herru það er komið að síðasta jólalæginu í FN95 blöðu dag, það er bara síðasta læginu. Þetta er lag sem allir þekkja og ætti að koma öllum í gott. FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! FM 957 og Sambjón ætla að bjóða þér á date. Sérstök FM 957 pósning verður á myndinni New Year's Eve, þriðjudaginn 20. desember klukkan 20:30 í Sambjón Egilshöfn. Er að ræða mjög skemmtilega rómantíska gammamynd sem inniheldur leikara á borðið Hale Berry, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Sir Jessica Parker og marga fleiri. Myndin gerist í New York á gamlárskvöldi þar sem ástin liggur í loftinu með tilherrandi skakkaföllum. Fylgstu vel með FM 957 og þú gætir aldrei miða fyrir þig og elskuna þína. Ásamt því að næla í skemmtilega varning tengdu gamlárskvöldi. FM 957 og Sambjón, bullandi romantík. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Jólagjafirnar í A4. A4, spennandi verslun á Smáratorgi og Akureyri. Hjartalega velkomin. Á hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinnur Orkunar áfyllinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Orkan. Jólatilboð í 10.11. Við erum í hátíðarskapi og bjóðum frábær verð í desember. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarstíg 37. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Yrsu Sigurðardóttur á hljóðbók. Og mánaðar áskrift af milljónum